Og aftur hingað heim. Miklir vatnavextir eru á Suðausturlandi og í nótt rauf Jökulsá í Lóni stórt skarð í þjóðveginn. Talsvert verk verður að laga skemmdirnar og líklega ekki hægt að opna fyrir umferð fyrr en á sunnudag. Það var ekki glæsileg sýn sem blasti við í birtingu. Skarðið sem Jökulsá í Lóni rauf í bæði varnargarð og svo þjóðveginn á milli Hornafjarðar og Djúpavogs er 50 metra langt og ófært á milli Suður- og Austurlands. Straumurinn var svo öflugur að ekkert var hægt að gera fyrr en sjatnaði í ánni. Snemma í morgun slapp ökumaður með skrekkin þegar hann ók út í vatnið. Lokunarpóstar voru settir upp við Djúpavog og við Almannaskarð austan Hornafjarðar. Ferðamenn sem lentu innan lokunarinnar hættu sér að skarðinu í veginum. Ákveðið var að loka svæðinu því Jökulsáin nagaði sífellt meira af veginum og malbiksskánin var á lofti. Heimamenn dreifa að og þeir eru ekki ánægðir með hvernig varnargörðum er háttað og hvernig þeir beina straumum í ánni. Fyrir nokkrum árum var gerður varnargarður við brúna hér yfir Jökulsá í Lóni. En heimamenn vilja meina að þessi varnargarður geri ákveðið ógagn. Hann á að verja brúna, en hann beinir líka ákveðnum ál í ánni í átt að veginum þar sem vegurinn hefur nú rofnað. Starfsmenn vegagerðarinnar segja hins vegar að brúin sé gömul og að undirstöðurnar standi ofan á tréstaurum. Hönnun garða miðist við að verja brúna, enda tæki langan tíma að koma á umferð ef hún gæfi sig. Þessi garður sem þú ert að tala er leiðigarður og hann er til þess að beina vatninu beint á brúna þannig að komi ekki á hlið og skemmi þá frekar undirstöðurnar. Síðan er vegurinn og varnargarðinum lægri hér á bakvið og það er einmitt til þess að vera að þegar aðstæður eins og þessar eru að það rofni þar en ekki að brúin fari ekki. Ég reikna með að við getum byrjað seinnipartinn að laga til hérna og þá hinum megin við brúna. En þetta verður ekki opnað fyrr en á sunnudaginn. Ég efast að það verði opnað fyrr en á sunnudaginn, vonandi á sunnudaginn. Óli Þór Árnason, veðurfræðingur, við sáum þessar myndir þarna frá Lóni sem voru teknar snemma í dag, en hvernig er staðan þarna núna? Er þetta búið í bili? Sko, úrkoman er að mestu leyti búin, en það hins vegar á eftir að skila sér þetta vatn til sjávar ennþá, þannig að það er ennþá nokkuð löng leið fyrir vatnið að fara og á meðan það þá verður hátt í, allavega þangað til í fyrramáli held ég með það fyrsta menn fara að sjá einhverja verulega lækkun á vatnsæð. Og það fylgir þessu skriðuhætta væntanlega? Já, eiginlega á öllu suðaustanverðu landinu. Það er allt orðið gegnum sósaða vatni, þannig að þá þarf oft ekkert mikið til þess að koma einhver á stað, þannig að það er vissar að vera ekkert á, svona allan að stoppa ekki endilega undir bröttustu hlíðunum, myndum að segja. Er hægt að segja til hvar skriðuhættan er mest? Nei, hún er í raun bara eiginlega undir þessum bröttu hlíðunum undir Vatnajökli sérstaklega og það er austur af og það er minni hætta kannski eins og undir Eyjafjallajökli, Mýrdalsjökli. Það er ekki það nálægt veginum, en það er einna helst þegar þú kemur undir Vatnajökul þar austur af. En svo er þetta ekki alveg búið í bili, það er von á lægðum? Já, næsta lægð kemur hérna aðfaranótt mánudags með skil upp á landinu og þau fara nokkuð hratt yfir, en það verður býsna mikið vatnsveður og ágætlega hvasst í þeim líka. Nær líklega í stormstyrkum tíma. Einmitt. Fylgjumst með því á eftir. Takk fyrir þetta, Óli Þór.